Já, ég held að það bara að byrja. Það mjög spennandi framhald hér. Björn Gunnarsson, sýklasóttibari, gjörðu svo vel. Takk. Já, ég ætla að rölda að fara í gegnum sýkla. Það ekki kannski alveg bara hjá börnum. Það stendur nefnilega yfir svona vítsundar átak. Ég meina, þú sagði að við höfum þjóðsynli. Það þessi stelvar smáþáttur og ég fyrir þessu. Ég var bara að láta ganga. Árverkni fyrir þessum ágæðslist. Ég fyrir vel miklu máli og umræða. Og það þannig að þátt fyrir mjög mikla framfærir, þá sýklasótt henni sem alvarlegasta og hættulegasta ástand sem börn geta greinst með. Og þetta náttúrulega svo stórt og umfangsmengi efni að þið kannski farið ekkert mikil svís hérna út, en ég vona að ég ekki alltaf eftir með spurningum. Nei. Þetta gríðarlega algengt á heimsvísu. Það talað að það séu kannski 50 milljón tilfelli á heimsvísu á ári. Mikið af þessu náttúrulega í þriðja heiminum, börn í Afríku, en þannig að helmingurinn börn. Og dauðsföll jafnvel, það hafi verið sést í Lancet 21 milljón, kannski einhverjum 11 til 21 milljón dauðsföll á ári. Það og ef maður skoðar þetta sérstaklega á Norðurlöndunum, þá það svona gagnagrunnur um þetta og þá árlegt nýting í, ef ég ekki bara tala um börn, bara almennt, það 135.000 einstaklingar. Og dauðsföllin kringum 27.000 dauðsföll. Ég veit ekki hvað ég ekki að veitlast. En ef við skoðum þá hvað þetta verður í Íslandi, ef við værum með sömu tíðni og erum Norðurlöndunum, ég hef ekki séð nákvæmlega tölur fyrir Íslandi, þá værum við að tala rétt 1000 tilfelli og rétt 200 dauðsföll. Þannig að þetta augljóslega stórt vandamál. Þetta rétt, þetta hér. Þín tilfinning, heldur þetta sé rétt? Já, það ég. Svona mörg dauðsföll á ári? Nei, ekki börn. Þau bara almennt, þetta allir. Þetta allir. Á Íslandi kannski 1000 tilfelli. Og kannski 200 dauðsföll, eitthvað svoleiðis. En það sem við líka áttakum betur og betur á, það ekki búið þó sem búin að lækna sýklasótt eða útskrifa fjölskyldu, því að mjög margir eiga við vandræðum, bæði andlegum og líkamlegum vandræðum, til lengri eða skemmi tíma. Þetta hefur verið kallað svona post-sepsis syndrómi eða post-sepsis sequelae og margs konar einkenni og mikil hætta á endurinnlögnum og jafnvel 20% endurinnlögnir innan árs vegna sýklasóttar. Þannig að verður einhver svona hluta þess það verður einhver svona dysregulation á ónæmisvörunum, það verður truflað eða brengla ónæmisvörur í langan tíma á eftir, þannig að þetta verulega hættu. Ef við skoðum, þetta nýleg grein úr New England Journal of Medicine og þá sem stöður að skoða þetta aldurshópa, ef við skoðum súlurnar, þá verið að tala um in-hospital mortality. Þið sjáu það in-hospital mortality, við förum aðeins yfir sem tölur betur á eftir, eða minnist á það, en við sjáum að in-hospital mortality talið vera undir 5% og þannig að tala um börn sem eru lítið á nýburaskeiði eða innst til 17 ára. En síðan eftir þegar maður eldri, þá verður mortality hærra og hærra. Þannig að það komið hann hvað, 10%. Nei, 17-18%. Og það kannski varlega áætlað. Þannig að þetta hættulegur sjúkdómur. En hvað maður mælir, það fyrir náttúrulega alveg eftir hvernig maður mælir það. Og það hefur mjög mjög breytingum. Og ég ætla að eyða smá tíma að fara í gegnum það læri. Ég ætla að æra mig, ég skýðast ekki. En þá eyðist ekki í mig. Já. Það allt og mikið smáatriði, en þá það kemur fyrsta skilgreiningin á sepsis 2 í beinu. Það sepsis 1 definition. Þetta skilgreining fyrir fullorðna. Og þá kemur þessi SIRS áhersla, þetta Systemic Inflammatory Response Syndrome, þá identity engagement og eitthvað annað. Þá það sem sagt einhver SIRS criteria og það með hækkun á hvítum blóðkornum eða lækkun á hvítum
blóðkvöldum eða þá mikið af vinstri hneigð, þú ætti að vera með hita eða þá hraða öndun, hraða púls. Og þetta var skilgreiningin var notuð lengi. Síðan er breytt, það er 2003 og gefur ný skilgreining. Það er ekki að stoppa mikið á hana. En svo kemur önnur skilgreining frá 2005 sem akkurat í miðjunni. Þá er það þannig að skilgreiningarnar er náttúrulega fyrir börn. Okay? Því að það er náttúrulega vísbending á börnum breytast með aldri og þetta er viðmið sem voru sett við fullorðna þeir passa bara engan veginn börn. Þannig að það var eitthvað bregðast við til að gera svona sérstaklega skilgreiningu hópur sem kom fram á sem að reynda að gera það. Og það gerði það verkum að þetta greiningin týndist. Það vissi eiginlega ekki hvað var sepsis á börnum. Síðan kemur sepsis 3 definition 2016 og þá breytist þín áætlan. Þá er bara að tala um svona dysregulated host response. Okay? Bara að fara frá því að vera surge. Surge er bara eðlilegt viðbragð líkamans við sýkingu. Okay? En það verður eitthvað annað. Það verður einhver svona dysregulation. Ónæmiskerfið virkar ekki alveg, bólgusvörun verður kannski alveg út í kottinu og þetta leiðir til þess að það verður líffærabilanir og þá er það líffærabilanir sem fara að skilgreina sjúkdóm. Okay? Þú verður að hafa einhverja bílur og líffærum og þá er til þess sjúkdóm. Þá eiginlega aftur með þessi stöða fyrir börn að passar ekki þessi skilgreining alveg og þá settið saman mjög stór hópur og mjög eiginlega bara mestu stillingar í heiminum og fóru út í það og gerðu rannsóknir, gerðu svona meta-analýsur, gerðu kannanir og heimsvísu, höfðu fólk úr öllum heimshlutum og komu upp með nýja skilgreiningu á sýklasótt á börnum sem er klínisk kritería sem að ég tel að það skiptir svolítið miklu máli. Það sama þarna. Þarna er að leggja áherslu á dysregulated host response sem leiðir til líffærabilunar. Það er lífshættulegt ástand og getur dregið fólk í dauða. Og það er ekki lengur talað um severe sepsis sem var áður. Það er til samræmis við það sem er á fullorðnum. Við töluðum alltaf sepsis, severe sepsis, irreversible sepsis, septic shock og irreversible sepsis. Þetta var einhver svona lína sem er færumst eftir. Það er bara alls ekki þannig. Þú getur þetta er ekki línulegu sjúkdómur sem verður bara svona versnun og hverju lost og svo verður það irreversible. Það er bara ekki þannig. Og þannig að allur sepsis er severe. Við tölum ekki lengur severe sepsis. Og svo hafa skilgreiningar á því hvað er lost tekið líka miklum breytingum. Við höfum ekki tíma til að kannski fara mikið út í það. En ef við tölum bara aðeins meira fullorðna, þá er þetta sem fyrir tala um SOFA-score. Okay. Þetta er fá greininguna á sepsis af fullorðnum, við tala um SOFA-score. Það er SOFA-score með 6 breytur. Þá voru einhvern sem bjuggur svo til quick-SOFA sem eru bara 3 breytur. Og það er sem sagt blóðstingur sístur undir 100 eða breyting á metastatus eða takkifnu yfir 22 mínútur. Þetta eru greinilega mjög mikilvæga breytur í þessu samhengi. Og ég ætla aðeins bara að muna eftir þessari miðjunni, altered mental status. En við notum ekki quick-SOFA hérna í þessu húsi. Við notum, það gæðaskjal eftirlit með lífsmörkum, eða NEWS, allir að þekkja. Og það er brestfyrirbæri. Það voru komin gáðskor. Það voru komin einhver 60-70 gáðskor í Bretlandi og engi var með það sama og þá var þetta sett svona á endanum búið til svona national kerfi fyrir þetta, National Early Warning Score, til þess að greina vandamálið snemma og reyna þá að setja næsta snemma. Þetta á ekki bara við sýklasótt, þetta á við alvarleg veikingu. Og núna er orðið þannig að NEWS 2, ég kemur aðeins betur að því á næstu glæfi, orðið verkfæri sem ánótt í Bretlandi til þess líka að greina verslun og líka að greina sepsis snemma að hægt að setja í gang frétta meðferð. En ég ætla bara aðeins að minnast á það að NEWS 2, við notum NEWS á Íslandi. Okay? Það er inn í sögu og það kemur svo sjálfkrafa inn yfir að skrifa lífsmörk og kemur í NEWS. En það er vandamál með NEWS og vandamál með NEWS og ég sé það hérna innan hús.
að fólk alert fram í rauðan dauðan. Okay? Og það dæmi hérna fólk að hreinlega fara í hjartastopp og mínútu áður var það alert. Og septísk í 2-3 daga. Það ekki rétt og þetta ekki rétt notað. Þannig að það skiptir gríðarlega miklu máli hvaða breytur við erum að nota og hvernig við erum að kóða þær. Og þá kemur inn þessi breyting núna í newstage og það verður new confusion. Það sé. Þannig að ef þú kemur inn og eitthvað svona pínu léttruglaðar, þá það bara gríðarlega miklu áhugaverður og þú fær 3 newstage fyrir það. Og það í nýja kerfi sem ég búinn að vera að reyna að ýta á tilstáð, hann er meira ár og við tökum það upp á Íslandi. Það einhverjar bremsur á því að Landspítalinn þarf að fylgja með, hann uppfærið til sögu og ég veit ekki hvað. En það líka gefinn í þessu nýja skali fyrir súrefnisgjöf. Ég leið að þarf að gefa einhverju súrefni sem ekki áður með súrefni. Þá það mjög mikilvægt, það fórst held ég 2 stig fyrir það. Og það verður oft svona, þetta næm verkfæri, kemur betur að því eftir, en það verður oft svona alarm fatigue, það verður alltaf hátt njússpor. Og sjúklingar með kannski COPD sem með lága súrefnismenntun voru þá kannski alltaf með hátt njússpor. Og þannig að þá til 2 mettunaskalar. Það til annar skali fyrir þá. Þá það bara þannig að læknirinn ordinar hvorum skalanum átt að fylgja. Þannig að ég held að þetta njússpor sem mikið framfært sem við verðum að innleiða á Íslandi. En sýklarsóttur frá börnum það í sinni nýju klíníkskritería skilgreint svona. Það sem sagt life-threatening organ dysfunction with suspected or confirmed infection, það sem þetta gefa staðfesting, og þú færir Phoenix sepsis score sem miskull 2 punktar. Og 2 stig. Og stigagjöfin sýnd hérna, þannig að þetta í rauninni 4 flokkar. Það sem sagt þá öndunarkerfið, þá það sem sagt í rauninni súrefnisstyrkur í blóðurinni eða öndunaraðstoð sem gefur stig. Síðan það þá hjartaæðakerfið. Og þá rauninni getur greiningin komið ef þú sett á æðaverkt lyf þá getur fengið greininguna sýklarsótt. Ef þú með 1 punkt fyrir og farið þá annan punkt fyrir æðaverkt lyf þá komið með sýklarsótt. Eða þá hátt laktat, það getur því að þetta mjög hátt gildi. Það þarf að vera yfir 5 til þess að 5 með herri til þess að fá stig fyrir það. Og síðan það fyrir blóðþrýsting. Hérna það mælti meðalblóðþrýstingur. Þannig að það sem hópurinn gerði, þeir skoðuðu bara mikinn stóran hóp af breytum. Hvað það sem hefur gott forspárgildi? Erum við hérna að tala um specific? Okay? Hvað það sem greinir sýklarsótt? Okay? Það koma aðeins betur að því rétt eftir. Og 3. breytan hérna þá blóðflögur eða storkutruflanir. Og síðan þá 4. þá meðvitundar, breytingar á meðvitund. Þannig að þessar 4 breytur eru greinilega gríðarlega mikilvægar varðandi þetta heilkenni eins og það kemur út í rannsóknum og til dæmis á rannsóknum á nokkuð mörgum spítölum í Bandaríkjunum kom í ljós að þeir börn sem hafa skorað 2 eða fleiri stig og 11% hospital mortality á þeim sem mjög hátt til börn. Þannig að þetta ekki næmt, okay? Alls ekki, þetta ekki gott til að skima. Það mjög mikilvægt að þetta mjög gott til að greina, það greina mikla áhættu á því að einhver fái lífshættulega líffærabílun eða deyr. Ef hann fær svo 1 punkt fyrir 1 punkt plus 1 punkt fyrir hjarta og æðakerfi, þá hann lost. Það getur verið hann mætir ekki blóðþrýstingskrítería, en hann mætir laktatkrítería, eða hann mætir krítería fyrir æðaverkt lyf, næst einhverju hefur ákveðið að setja hann á æðaverkt lyf, eins og hann líst ekki á hann. En ég held að það sé mikilvægt að hafa þetta rammar einn sjúkdóm, okay? Mikilvægt að hafa þetta í huga. En vandamál náttúrulega að við viljum greina sjúkdóm miklu fyrr, ekki þegar við komum að þetta stig, það sem komum 11% mortality. Við viljum vera miklu fyrr í þetta. Það hausverkur, stóri hausverkur. Og þar hefur við náttúrulega farið margar leiðir og við náttúrulega reynum að nota allavega merkiefni eða flóðbröð til þess að reyna að hjálpa okkur til þess að greina vandamálið snemma eða auðvelda greininguna. Þar að vera náttúrulega þessum efni sem við vorum talin upp áðan við Phoenix. Þetta eru sem sagt blóðflögur og storkutruflanir. Við mælum það.
Það náttúrulega oft kannski betra, ekki næmverkværi, heldur sértæk. Þegar þú komið verulega truflanir á þessum þá dóttirinn brunnin, skiljiði. Laktatmælingar eru líka inni, hann áðan, en það virðist að hafa minna næmi til að útiloka sýklasótt. Þannig að sem sagt segir einhver lágt laktat, þá það rosalega lítið negative predictive value. Það ekkert rosalega mikið að hjálpa þér að geta verið rólegur þessi lágt laktat. En hækkunin hins vegar, ég talaði mjög um laktat 3 hjá fullorðnum sé svona medical emergency, en þarna bara, það þurfi galið einhvern veginn teygður, eða stærri, og þú ætti að vera alveg upp í 5 til að það sé orðið verulega slæmt hjá börnum. En það samt mælt með, þannig að þetta ekki jafn góðu markari hjá fullorðnum, en það samt mælt með því að mæla þetta, og sérstaklega mælt með því að fylgja eftir laktatúr, þannig að laktathækkun og endurlíkunin að virka, vökvameðferðin og allt það, þá að lækka laktatúr. Þannig að það mælt með því að mæla og fylgja því eftir. Og varðandi CRP, þá vitið þið það ekkert sérstakur markið, það mjög ósérstakur markið fyrir bólgusvörnum líkamann og ekki sérstaklega gagnlegt, hvorki nefni sérstakur markið fyrir sýklasótt. Prókalsitónin miklu betra, þegar það sem sagt losnað við aðalega bakteríusýkingar þannig að það kemur, það svona aðeins sértaka hvað það varðar, það kemur aðeins fyrr fram yfirleitt heldur en CRP-hæklun. En þrátt fyrir að það líka betra en hvít blóðkorn, því að halda mann við greiningu, hvítum blóðkornum. En það samt ekki nægilega næmt eða sértækt til að vera sjálfsett til að greina sýklasótt, sjálfsett greiningapróf. Og hvít blóðkornrunni, það sem var inni í upphafi, 1992, það alveg dottið út. Þannig að það ekki að gagnast okkur. Bæði CRP og prókalsitónin eru næmar og sértækari mælitæki en hvít blóðkorn. Þannig að þá vantar rauninni betri hjálpartæki mælefni heldur en við höfum í dag. Og einkennin eru mjög ósértæk. Men eins og áðan, þá voru þið með Phoenix kritería, það bara að hafa 2 stig. Þannig að stundum færðu þessum 2 flokkum, stundum einhverjum öðrum 2 flokkum. Þannig að það ekki eins og að heilkenni komi einhver í heild sinni. Og fyrstu stigum þetta bara mjög ósértækt. Það eru vægar breytingar á öndunartíðni, hjartsláttartíðni, súrefnismettun, meðvitund og blóðflæði til húðar, háraðafyllingu. Og það bara ekkert alltaf auðvelt að greina þetta. Þannig að þetta hefur talað um þetta svona sjúkdómum kerfisbundinna mistaka. Það sem endurtekinn minnstur vangetu til að greina ástandið meðhöndla tímalega og trappur með þetta samfara auknum alvarleika veikinda ábyrgða. Þannig að það verða bara oft mistök við greiningu og meðferð fer ekki nægilega eða oft ekki nægilega fljótt í gang. Þetta kom fram til dæmis í rannsókn í Bretlandi eða skýrslu sem var birt 2014 held ég að þetta var bara stórt vandamál hér í landi. Það voru að grípa inn í það að skima aðeins betra til eftir. Og það sem menn hafa þá verið að horfa til og reynda að gera alveg hjá börnum eins og fullorðnum verið að reyna að hafa einhvers konar klínísk mælitæki eða skimun til þess að átta sig á því hvað í gangi. Og það því mjög mörg menn þú gerir sömu vitleysu hjá fullorðnum. Það voru til dæmis í Hollandi rannsókn sem sýndu voru 45 mismunandi mælitæki eða gáttskor í gangi í því landi fyrir örfáum árum. Það mælitæki sem taka til þetta aldurs og þroska barnanna og ef það hækka skor þá bendir þetta áhættu að sé fara að ganga frótt líkamans til að bregðast við áleiða veikindum og að þurfa að bregðast við því. Þetta ekki bara sýklar, þetta eru bara alls konar veikindi. Og þá getur þurft að kalla til lækna eða gátími eða þá einhver viðbrögð við hækkuðu gildi. Og þau eru hönnuð þannig að næmnin til að greina mikil. Þannig að það neikvæð fórskorgildið hátt. Þannig að ólíklegt að sjúklingur sem með lágt skor og hann sé mikil í hættu. En minna þá lagt upp á sértækni eða jákvæðu fórskorgildi. Það ég ætla bara ekki að stoppa mikið við þetta. Það eru Brightmont Pew sem það það fyrsta sem 2005 í Bretlandi og síðan ákoma margar útgáfur því. Síðan Bedside Pews þarna í miðju, það komið frá Toronto
Það líka til mörg afbrigði af því og á Íslandi hafa verið 2 afbrigði í gangi. Annars vegar á Barnaspítalanum Hringsins hefur verið afbrigði af bedside pews, þar sem þeir hafa tekið út blóðþrýsting en mæla í staðinn af PU. Það samkvæmt svona dönsku módeli. Og Barnaspítalanum hérna á Barnadeild SAK afbrigði af bedside pews sem ég held að sé hvergi notað annars staðar. Það ekki mælt blóðþrýstingur, ekki súrefnismettun og það svona gefið stig aukalega fyrir öndunarstuðning og viðvarandi uppköstu í kjölfar aðgerða. Ég veit ekki neitt annað sem að nota. Virkar þetta? Sko, öll þau mattæki sem að virka bæð, þau mæla öll hjartsláttartíðni, öndunartíðni, súrefnismettun og blóðþrýsting. Það á hreinu. Bedside pews eitt af þeim og það var skoðað í mjög stóru rannsókn sem aðeins að fara yfir. Það var 2018 sem þetta birtist. Það var 21 spítali þar sem við prófuðu þetta. En þetta ekki réttur skalinn. Þá var dauðsföll við baseline og var á X-ásinn og dauðsföll eftir intervention. Og interventionum var svo að helmingi spítalana innleiddu þeir bedside pews og síðan ákveðin viðbrögð við því og helmingnum gerði þeir það ekki. Og það sem gerðist, ef þú skoðar báða hópana, stærðin á kúlunni, eða hvað eru margir útskrifaðir og græna eða bláa, hvaða litur þetta nú það bedside pews innleiðin. Og 10 öðrum hópnum, spítalar og 11 í hinum hópnum. Og það er mjög smekkilegt að þessar glæður sjá hvað óbáslegum breytileiki í dánartíðinu á þessu spítu. Það alveg klikkað. Og það verðist ekki tengjast endilega stærri spítalans. En það var aðeins lægri dánartíðni að jafnaði eftir þetta inngrip, þessi innleiðslu, hvort sem þau tengu bedside pews eða ekki. Það ekki alveg óviðbúið. En það var hins vegar ekki hægt að greina nein áhrif að þið innleiða verkfæri. Engin áhrif. Við heldum meira að segja, ef maður rétt, það var aðeins herra mortalitet á þeim sem voru með innleiðu verkfæri. Þetta var náttúrulega að koma eins og sleggja í hausinn á hennum. Þetta voru sko 150.000 sjúklingar í mörgum löndum sem standa að maklega. Þannig að svarið rauninni það að þetta virkar ekki til að lækka dánartíðni og það náttúrulega sá endpoint sem maður vill aðalega horfa á. En það eins og kannski mögulega önnur jákvæð áhrif innleiðing. Þetta gerir það verkum með svona stokka upp spilin, með taka upp S-bar eða samskiptakerfi, með setja inn einhver gátími eða eitthvað og þannig að svona öryggismenning og samskipti hefur oft verið sýnt, vísbendingum að það batni og menn að vona að það skili sér einhvern veginn á endanum í einhver jákvæð. Vandamálið eru margþætt. Vandamálið það að flest þessi próf hafa verið prófað á stórum háskólaspítulum, svo taka með þeir upp á litlu spítulum og jafnvel breyta þeim og þeir prófa ekki hvort að mattækin virki ekki breytingu eða það eru bara innleidd tækin og en ekki gert svona heildræn nálgun. Það svona sett ég með gulu system. Það ekki nóg að hafa gátt skor, það hafa eitthvað system í kringum þetta til þess að þetta virki. Annars þetta falskt öryggi. Þannig að þetta skiptir gríðarlega miklu máli. Við erum að skrifa grein, Bergþór og einn af okkur voru að skrifa grein sýklasátt hjá börnum og ég fór að skoða hvað í gangi og var að fletta þessu upp og vildi nú vera alveg vissum að ég var að fara með rétt ná. Ég datt næstum af stólnum því að þeir fletta þessu upp hérna og kom geðhandbókin, þá komum við 2 gáttskor. Þannig að barnagáttskor sem gamla Brighton-kerfi upp á Barnadeild. Svo var búið að setja inn gæðahandbókina og þá sett inn á bráðmóttökunni. Það var sem sagt sama afbrigði og nota á Landspítalanum með þessu bedside pews. Það var rauninni samt ekkert innleitt, það var bara sett inn í gæðahandbók. Þannig að ég segi bara, þetta þurfum við að skoða. Hvorugt þessara prófa eru undirgengist neinar prófanir eða gáðskóra, prófanir á Íslandi. Bæði eru modified. Ekki sem bestu, það hefur ekki verið gert. Það hefur verið að gera verulegt átak eftir þessa skýrslu frá 2017 í Bretlandi, þar sem kom í ljós að bara á Englandi voru 2000 excessive, ef þau báru saman tíðnitölur á Svíþjóð, þá voru 2000 umfram dauðsföll á Englandi miðað við Svíþjóð. Verulega mikið hækkuð
dánartíðni hjá börnum voru við þá sem að samaðis þá sem stóðu sér best. Og mikið af þessum dauðsföllum hefði mátt fyrirbyggja og það var mjög oft svona failure to detect sem var vandamálið. Og þá verið að svona rúlla út svona nýjum, kannski verið að efla öryggismenningu, verið að rúlla út svona nýju lífsmarkablaði sem gengur miklu lengra heldur en svona fyrri blöð. Það er svona það er spurt svona út í áhættuþætti, það er að svara því hvort sjúklingurinn sé með einhverju áhættuþætti. Bara þessum toppi á blaðinu spurt tvisvar sepsis. Heldur það, mann síðan að gefa sepsis recognition, sepsis. Þannig að það hefur verið svona kveikjað í hausnum á hann aftur og aftur. Þetta að hugsa þetta. Okay? Og svo líka í gott í þetta tvennt, að það farið að involvera foreldra eða caretakers. Þannig að það þarf að spyrja þá og það verður að gera það. Finnst þér að barnið sé þessi óbreytt ástand þegar barnið resnandi og láta skráða það. Og svo líka komið annað sem clinical intuition, eða svo sem að hugsa sjúklinginn og honum finnst að ástætt fær svona eitthvað hugboð, þá getur það orðið trigger til þess að gera eitthvað meira. Þannig að þetta svona tekur á mörgum mismunandi þáttum. Og ef þið skoðið geðaskjalið með eftirlit með sjúklingum sem við eigum, news, þá talað tilfinninga eða hugboð meðferðar það getur verið nægilegt til að auka eftirlit með sjúklingum. Þetta clinical intuition sem sett inn í okkar geðaskjal sem mjög gott geðaskjal. Og líka í þessu skori sem notað, þá til dæmis benda á barnadeild það sem notað, það 2 stig fyrir öndunarstuðning, en hérna gefum maximal hámarksstig. Leiðu að fara einhvern öndunarstuðning það bara hámarksstig. Og það finnst mér svona ákveðin skynsemi í því. Og líka það sem kom í ljós í Bretlandi var það var mikið tregðaði það að mæla blóðþrýsting. Það var mjög oft það var ekki gert og þetta var svona einhvern veginn enda á því að vera þetta innleitt eins og gátskor sem kannski þægindamiðuð, þannig að þurfi ekki að leggja á sig að mæla blóðþrýsting. En hérna komið fram hjá því. Þú getur bara merkt við að þarf ekki að mæla blóðþrýsting, sjúklingurinn alveg stabill, þá bara færa nú. Þannig þarf samt að taka afstöðu. Okay? Og það sem líka mikilvægt, og það ef þú ætlar að mæla blóðþrýsting, þú getur ekki mælt blóðþrýsting, tekst ekki, þá það sjálfur tjóðing. Það bendir til þess að ekki að mæla eins og bílaður, það bendir til þess að blóðþrýstingur sé svo lág að það getur ekki mælt. Og svo ein ný regla, þannig að þetta svona margir þættir, og ein ný regla sem skiptir mjög miklu máli, og það Martha's Rule sem ég ætla að segja ykkur aðeins á. Þetta svipað hefur gerst í mörgum öðrum löndum og það hafa þetta oft verið einhver svona sorgleg dauðsföll hjá börnum og þetta var kannski komið í fengið athygli í stjórnmálamanna og það var til að reglur og lög. Það búið Ryan's Rule, Road Regulation sem skylda spítala í New York til að skrýna fyrir sepsis og setja inn svona sepsis bundle og sér fyrsta klukkutíma. Það reynt að setja inn alríkislög í Bandaríkjunum sem gera sömu hlutina. Það var gert í Michigan. Í Bretlandi hefur við talað Gaby's Law, sem ég kann ekki mikið en Martha's Rule svona öryggisregla sem verið að innleiða hjá NHS og búið innleiða mjög víða. Það gefur sjúklingum og aðstandendum og líka caretakers rétt til að auka þetta tafarlausa endurmat. Ef að þeim finnst ekki verið að reyna að gera eða mæta þeirra áhyggjum, eða svo að segja, þá getur það bara sagt, ég vil bara fá second opinion. Þá bara fáðu það. Og þannig þetta rauninni gert, þetta verið öryggisvendi, öryggisnagling til að segja, ætla að tryggja það að sé tekið tillit til þess að einhverju hefur miklu áhyggjum og það sé tekna alvarlega. Það ekki komið reynsla á þetta. Þetta ekki evidence-based. Og rauninni fátt að því sem við búin að tala í dag evidence-based. Okay? Nema kannski Phoenix criteria. En það ekki hægt að segja þessi mjög evidence-based að innleiða Pews. En það samt verið að reyna og það verið að reyna að endurbæta og beturbæta og þá getur, eins og ég benda á með AFAF-10, litlar endurbæta, þú getur það skipt mjög mjög máli. En það mikið að gera eftir Bretlandi var þetta vandið þetta og það verið spennandi að fylgjast með því hvort að endurbætt á National Pews plus þessi triggerar sem eru þá áhyggjur starfsmanna eða umrunna eða laptop. Bæði langan tíma.
Tímitur hvort þetta? Ok, þetta maltasrúr. Það til mjög góðar leiðbeiningar aðgengilegar sýklasótt bara leit og líka sósa Surviving Sepsis Campaign guidelines sem reyndar að koma nýja guidelines sennilega í byrjun þessa árs eða byrjun part þetta ár. Allavega fyrir fullorðna, ég veit ekki börn. Við, Bergþór, Steinn og Theodór Sigurðsson, við vorum að klára nýlega grein yfirlitskeiðlega sýklasótt sem sendum við Læknablaðið sem við vonandi birt þar í apríl. Maður veit nú aldrei hvað gerist hjá Læknablaðinu. En þetta mynd sem í þessari grein sem svona verið að segja hvað á að gera á fyrstu klukkstund. Okay? Og ég ætla aðeins að fara í gegnum þessi skrefnum í loki. Það talað það að ef að grunur vaknaði sýklasótt þarf náttúrulega að gefa sýklalyf sem fyrst og taka blóðræktina áður. Það talað að gefa það, ef það tefur ekki mikið fyrir gjöf sýklalyf, þá taka blóðræktina. Það svona pínu opins að það spurningar ekki svara hvað má það tefja mikið. Þannig að það alltaf matsatriði. Engar nákvæmar leiðbeiningar til það, en á einhverju tímapunkti þarf maður bara að segja, ok, við náum ekki blóðræktun, við erum að gefa sýklalyf og þá jafnvel að gefa sýklalyf bara í vöðva. Annað það að það talað að gefa náttúrulega breiður sýklalyf í æðalegg eða beinmergsnál eins fljótt og hægt er. Og það þýðir það fyrir læknina, yfirleitt á hann að vera að taka þátt í að blanda lyfið og bara horfa á lyfið fara inn í æðalegg. Og alltaf innan 60 mínútna ef við erum að sýklasótt á lost. Og það eru allavega 3 greinar sem sýna það. Ef þetta verður dráttur á þessu, þá eykst mortalitet verulega. Ein rannsókn til dæmis sem sýndi að ef það dróst upp í 3 tíma þá tvöfaldar mortalitet á hérna. Þetta skiptir öllu máli að fá rétt lyf og báðið fljótt. Dregur mjög verulega líkunum á því að það verði banvæn útkoma. Og valið á náttúrulega að taka þátt, með mörgum þáttum, en yfirleitt það nú svona í flestum tilfellum septræk svona 100 mg í kíló, að hámarki 2 grömm, sem væri fyrsta val, og síðan getur við að gefa ampicillin, sérstaklega þegar þá nýpur eða lítið börn, vancomycin, clindamycin, til dæmis þegar verið gas, group-based streptokokkalin, toxic shock syndrome og þess að það. Og ef einhver grunur verið sýkingu þá gefa sýklalyf. Það eru góða leiðbeiningar á Landspítalanum sem margir hafa í appinu, hvað heitir það? EOLAS appinu, sem gott að hafa í símanum. Og síðan þetta með vökvabólus. Ok, þannig að það minnkar náttúrulega rúmmálaæðakerfisins, það verður minni neysla, það verður leki og háræðum út í vefi, það verður vökvatap. Þetta vegna hita eða niðurgangs og frá Frank Starling segir mann það að ef þú gefur vökvabólus þá eykst venous return og þá myndi oftast aukast þenslan á vinstri slegningi og hún myndi fá sterkari samdrátt, meira útfall hjarta. Og þetta náttúrulega áhrif koma eftir vökvabólus en þau áhrif eru oft skammi. Okay? Þannig að það getur þetta endurtaka þetta örar heldur en margir halda og það þarf að gefa þetta hraðar heldur en margir halda. Þannig að það þarf að gefa 10-20 ml kíló og 5-20 mínútum og svo endurmeta. Og þá að reyna að endurmeta með til þess hvort að perfusion hefur batnað og hvort það séu farin að koma merki það að viðkomandi séu öndunarbil alltaf á lúnaflug. Þannig að það mætti tala lengi þetta en leiðbeiningar það gerðist 2011, það kom grein frá rannsókn frá Afríku sem sýndi það að börn sem aðeins 20 ml kíló og svo við að þeim farnaðist betur heldur en börnin sem fengu meiri vökva. Þetta hafði áhrif á guidelines, sérstaklega verið að tala það að börn sem hefði ekki aðgang að gjörgæslumeðferð, þá þarf maður mjög varlega vökvameðferð. Við höfum aðgang á vökvameðferð og við höfum ekki population sem með malaríu, okay? Og population sem með hypopróteinemíu eða anemíu. Þetta bara önnur pathofysiológía, held ég. Oftast nærri okkur og við eigum ekki að vera að horfa í þessar leiðbeiningar. Við eigum að gefa 10-20 ml kíló og endurtaka það. Þegar maður búinn að gefa þetta tvisvar og komin í kannski upp í 40 ml kíló og þú ert ekki komið með ástand sem þú ert ánægð með, þá getur enginn svarað því. Átt að gefa meiri vökva eða átt að fara að gefa adrenalín eða noradrenalín. Það veit það enginn. Okay? En eitthvað verður maður að hafa einhver viðmið og ég held að þetta sé ágætis viðmið að gefa þetta
þegar þú ert búin að gefa svona 40 millilitra á kíló, þá áttu að fara að setja inn æðaverklið. Og gjörgæsludeildum inn á spítala getur komið til greina að setja inn noradrenalín eða adrenalín. En það okkar skoðun að þegar þú ert að glíma við þetta utan gjörgæsludeilda, þá eigi bara að setja upp adrenalíndreit í útæð. Ef að viðkomandi með lágþrýsting eða ófullnægjandi gegnumflæði eða perfusion eftir 2 vöks og 2 vökva bólsvöld. Það á ekki að draga þetta. Og adrenalín alls staðar til. Okay. Það rík hefð fyrir því að gefa börnum adrenalín, það auðvelt að blanda það. Það er mjög örugt að gefa perifert. Það er mjög litla líkur á því að ef maður velur góða æð og það valdi manni einhverju skaða. Og því miður bara gerist þetta eiginlega aldrei. Þannig að það er okkar von allavega að setja þetta í einhverju grein í læknablaðinu að það verði til þess að geti breytt í þeirri menningu, ef við getum sagt. Þannig að það þarf að velja góðan æðalegg og það þarf að merkja hann rækilega. Það þarf að hafa annan æðalegg til þess að geta gefið önnur lyf og vökva. Og síðan einfalt að blanda adrenalín bara í glúkósu eða saltvatn. Þannig að til dæmis að 15 kílóa einstaklingum myndi fá 9 millilitra á klukkustund til að byrja með. Síðan á nokkra mínútna fresti getur maður aukið það eða minnka eftir hvernig áhrifin koma fram. Þannig að ég held að bættur árangur í meðferðum sýkilsótt, hann byggist rauninni á markvissum umbótum í greiningu með og kerfislægum umbótum held ég. Og varðandi greiningu þá skiptir öllu máli að þekkja birtingarmyndi sjúkdómsins og þekkja kosti og galla þessara verkfæra sem við höfum. Bæði að vita hvað við erum að fá út úr þessum gátskorum, hvað erum við að fá út úr þessum blóðrannsóknum og við eigum að innleiða og nota bestu verkfæri sem við höfum á. Það er alltaf mín skoðun. Og ég held að það liggi alveg fyrir að það þarf að endurmeta þá Íslandi hvort að við erum að nota rétt gátskor og hafa þá eitt gátskor. En það er mjög mikilvægt að hafa sama eða eitt kerfi fyrir allt land. Það er 26 mögulega stig í öðru kerfinu en 9 til 11 í hinu og þú veist, menn ekki að tala sama tungumál, menn hljóta geta að tala sama tungumál á hinu litlu landi. Það er ákveðin grundvallaratriði og þau eru 3. Það þarf að reyna að greina ástandið sem allra gildir. Þannig höfum við svo gríðarlega mikil áhrif á það hvernig sjúklingarnir farnast. Og við þurfum að reyna að efla okkur og eins góði því að við getum mögulega verið. Það þarf að vera veita markvissa uppkast með þetta. Það gerist mjög hratt. Það setja hana inn mjög hratt og magnist. Og þetta er eitthvað sem allir sem geta þurft að meðhöndla barn með sýkilsótt þurfa að hafa á hreinu. Það er bara þannig. Síðan tekum við sérhæða meðferð á gjörgæsludeild sem þá bara fyrir sérhæða lækna á gjörgæsludeild. Allir sem geta með að gera þessum alvarlegum uppgáðum. Við þurfum að reyna að vera sem besti fyrst, númer 1 og númer 2. Ég hef þessi loknir á tíma, ég ætla bara. Kannski 2 spurningur? Já. Ég læt vala. Nefndir að pínu sepsiskor og fleiri matstæki og tengslu við læmi og sértæki og framvegis. Hver er gullstafinn sem þetta er borið saman við? Til að reikna þessa þætti. Já, það er góð spurning. Phoenix sepsiskor, það var alveg nýgreint og kom út bara í byrjun þessa ár. Sýnir það að, mann ekki alveg frá hvaða landi hún var, sýnir það að Phoenix sepsiskor stendur sér betur en allir fyrri mælikvarðar til að greina sýkilsótt á börnum. Þannig að það er gullstaðlinni það er unni, eftir eins og ég skildi þetta, bara sett inn eitthvað gervigreinda líka. Þú setur einhverjar 80 breytur eitthvað inn. Svo valdur fyrst einhverjar 8 breytur sem hafa best positive predictive value. Okay? Síðan endaðir með 4 breytur vegna þess að það farur 8 breytur með 4 breytum, breytir unni ekki niðurstöðun svo mikið. Og þess vegna var endanlega útkoman að það Phoenix sepsis skor inniheldur 4 kategóríur. Ég get ekki svo að það er mikið betur en þannig að auðvitað má kannski, ég veit ekki, ég hef ekki nákvæmlega tölur um það hversu gott, þú veist, 11% mortality, það er positive predictive value, það spáir 11% af það er deyja, en
ég hef ekki tölur það hversu margar líffærabilanir eða hátt hlutfall var með x margar líffærabilanir. Og svo aftur. Hittir í einhvern svona gervigrindar-módel sem að taka svona grind og spá fyrir. Já, það komið núna á þetta greinaserja í Lancet á 4 greinar þetta og ein greinin svona digital eitthvað tæki þess að aðstoða fyrir greiningu á sýkilsveitu börnum. Og þetta, það eru mikla vonir bundnar við þetta, en það ekkert verkfæri til. Í Bandaríkjunum hefur verið lögð rosalega áhersla á sepsis screening, og það ekki bara þessi Pews, heldur bara spesifískt, bara við sýkilsveitu, sem þó bara einhvern lítið brot af alvarlega veikum börn. Það hefur verið mikið vinna sem fer fram það núna, reyna að gera það einhvern veginn digital. Og það sé einhver machine learning eða gervigreind eða hvað það heitir, sem var flaggi. Og maður hefur heyrt að það sé komin spítalar, einhverjir sem eru með, við eigum nú eftir að sjá þetta meira og meira. Það verður heart rate variability, ef heart rate variability breytist, þá sé eitthvað sigla inn í eitthvað ákvæðan. Og við eigum bara eftir að fá meira og meira af einhverjum svona hjálpartækjum sem ekki til miður ennþá komið. Einhver lokaspurning? Ígrundiði News og Pews, það sem verkfærin sem að nota, skoðiði gæðaskjalið eftirlit með lífsmörkum og News, myndi ykkur skoðin að því. Og gangi í lið með mér með að berjast fyrir því að við fáum News 2, því að News ekki nógu gott. Og ef þið alltaf þeir sjáu ef einhver orðin veikur, þá stendur A á lífsmarkablaðinu eða Newsinu. Verðið krítísk. Ef viðkomandi orðin eitthvað skert menn, þá hann ekki lengur A. Það bara þannig. Þá fær hann 3 aukastig og erum að vangreina hættuna stórkostlega. Það verður lokaorðin. Takk kærlega fyrir.